Þróaði núna. Fjárfundir. Það eiginlega bara ákveðin áskjöldsins, það fjárhagsáætlun sem ég með, sem smá að fengja meina þetta að ég geti síta og til við voru breytingar, einhverja breytingar Nú erum við bara með tvær tillögur sem eru svolítið svipaðar. Þannig að það alltaf að setja, ég myndi að mæla með því að setja í setja möguleg tvær nefndir, fólk fyrir yfir það, aðra ráðlega sem við á og gera það þannig að á aukafundinum að þá verður stjórnir búin að svipaðar en leyfa sem nefndarmönnum að vinna það þannig að þeir komið breytingar á svo mun stjórnin laga því og það er tryggja klára á þessum aukafundi á fjárfundi. Það sem ég myndi mæla með því að það væri bara mjög stuðulega þannig að við komum með að því ISI finnst mér þurfa að leiða að svipa að ISI fyrir að segja þetta og að við erum að fara þangað inn þannig að það væri góð að leiða fólki að ræða þetta og eftir fundinni þá séum við í vendarstöð og þá það kannski tvær nefndir. Það er að bíða til að þau eru ekki aðeins eftir. Og við reynum að ræða eins og eitt starf og svo erum við bara klára. En það er ekki bara að við höfum tíma til þess að virkilega skoða þetta. En við þurfum að lifa nefndum að koma með Ég veit það ekki.
Það er eitt sem smiður, hann bara sín hlutur, hann kemur þetta eins og þessi hug, fríður og sem ekki sko. Þið verður bara að hækka verulega í tölvunum hjá okkur. Við náum ekki að hækka neitt meira. Nei, það er þessi hérna. Það er þessi hérna? Já. Ok. Svo hallaði fram. Það er hallan fram. Stilla í átta. Það er stilla. Lengri tíma. Nei, byrjum. Við erum að koma inn hérna. Það er þessi tveir. Já, þessi tveir. Það er aðra mættir búin að skilja kjörbríf. Herru, þá ætlum ég bara að bjóða ykkur velkomin á Píluþing. Ég er staðsett á Akureyri og við ætlum að byrja á því að fara bara yfir dagskrá fundargerðarins og ég ætla að taka fram að þingið var sem sagt löglega boðað. Ég heiti sem sagt Dóra og er í stjórn Píludeild Þórs. Og já, þá byrjum ég bara. Fyrsta sem við ætlum að fara yfir á dagskráni er sem sagt þingsetning og svo ætlum við að fara yfir sem sagt kosningu embættismanna þings, sem sagt þingforseti og ritari þingsins. Svo munum við skoða hérna skýrslu stjórnar. Það verður farið lauflétt yfir það. Það eru nokkrir liðir sem verður bara rétt farið yfir og kemur svo frekari skýring á því. Það er sem sagt skýrsla stjórnar og gjaldkeri mun fara að koma til skila sem sagt ástæðum með endurskoðun reikningsskila, umræðum skýrslu stjórnar og reikninga og ákvörðun ársgjalds. Svo er gert fundarhlé og verður farið yfir það sem að stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. Og svo tillögur breytingar á lögum og reglugerðum sambandsins. Það verður svo farið yfir nefndarálit, tillögur og atkvæðagreiðsla og svo er það kosning stjórnar, þar sem verður formaður, varaformaður, ritari, 3 meðstjórnendur og varamanneskja. Svo verður farið yfir önnur mál og að lokum verður svo þingslit. Þá ætlum við bara að byrja á kosningu embættismanna þings, þingforseti og ritari. Hérna. Það var mig. Þú ekki þingforseti? Já. Ég er þingforseti. Hæ? Til að Dóra skrifir fórsetið. Já. Er einhver tilbúin að ritari? Er einhver tilbúin til þess að vera ritari hjá stofnun? Ritið allt frá fórsetið. Þannig að ritið verður ritari. Já. Inga læknaskrift það. Þú svo það, ekki? Er einhver mótmæli því? Já, sko. Já. Viti verður þá ritari og mjög reyður fundargerð. Þá ætla ég bara að Vísstu stjórnar? Já. Já, það er hérna skýrsla stjórnar hefur ekki verið gerð. Ég er ein núna, ég er Viktoría, gjaldkeri. Ég er ein í stjórn. Formaður hefur sagt af sér, allir aðrir hafa líka sagt af sér. Formaður var ekki búinn að skila inn skýrslu svo að við munum kalla til auka fundar til, við munum ekki loka fundirum í dag, við munum setja hann á frest. Við munum síðan kalla til svona fjarfundar bara í lok mánaðar þar sem við munum fara yfir skýrslu stjórnar og klára það. Þannig að ég fæ netfengin hjá öllum og býð öllum sem eru skráður á kjörblaðið verða sömu aðilar kallaðir á fjarfund. Já. Og við munum ekki leggja fram til fundur. Jú, við munum auðvitað leggja til atkvæðagreiðslu það. Er allir sáttir við það? Við hittumst aftur í lok janúar og ræðum skýrslu stjórnar. Já. Það er samþykkir online.
Allir samþykki því. Ég bara sé PFK. Ási, varst þú búin að samþykja? Já, ok. Ok. Þá er það bara samþykkt af öllum og þá er það næsta sem er sem sagt lið 4, það sem að kemur aftur að þér, Viktoría. Aftur að mér, ég hafði 10 daga til að búa til ársreikning og það var ekki nægur tími fyrir mig til að klára ársreikning og fá endurskoðanda. Ég er búin að vera í samskiptum með Kristján sem er endurskoðandi reikninga og hann er saman með mér í því. Við viljum endilega sömuleiðis fá að klára ársreikninginn, hafa hann alveg 100% og bera hann sömuleiðis undir á sama fundi sem er í lok janúar. Er einhverjir ósáttir við það? Svo ein spurning, en ef við talum það að á þeim fundi að þá verður bara umræða svo venjulega og þetta verður klára þessi liði það? Jú, þessi liði verður kláraðir. Á tímsfundi Jú, með sömu fulltrúum og eru skráður núna. Já, Pétur spyr sem sagt hvort að umræðan á tímsfundunum verði ekki bara þessi venjulega umræðan, skýrslustjórnar og varðandi endurskoðun reikningsskilin og það. Er allir sáttir við það? Það gæti bara vera önnur mál á framhaldsfundi. Við óskaði til. Já, ég held að það megi vera önnur mál á líka. Já. Það er bara ekki kosmostjórnar. Er það ekki? Pétur, það er ekki þú þetta? Jú, það er alltaf önnur mál eru líka á aðalfundum. Já. Almennt. Það var að breyta í fjörstöður. Já. Eitthvað með að bæta við öðru máli. Já. Bæta við okkur. En ætlaði að fara Fleiri málum. yfir núna fjármál. Já, það er hérna fjárhags. Já, ok. Ég mun fara yfir og eftir með, ég með bara þessar lykiltölur, innkomamóta, gjöld og annað slíkt, en þetta er ekki ársreikningur. Þannig ég tók alla tölur sem ég gat sýnt, sem eru alveg 100%, en ég get ekki sýnt fullt útbúinn ársreikning. Þannig að, voru allir sáttir við það á netinu? Já. Það stendur alveg raunum og þú sko auka þingstað það er bara Ok. Já, þetta ástæður. Og í salnum? Frábært að heyra. Herðu, þá ætlum við að hoppa bara strax í lið 7 sem er sem sagt ákvörðun ársgjalds. Já, ársgjaldið er 5.000 eins og er. Ég persónulega legg til að við höldum því því sama. Það er bara búið að vera 1 ár. Það sem er búið að vera 5.000. Takkaði fyrsta skipti í fyrra frá 4.000. Ég tel að 5.000 sé nóg per félagsmann. Nema einhver annar vilji leggja eitthvað fram. Nei, það var nú breytt. Já. En á netinu, ykkur sem að leggur til einhverja breytingar þar? Dauð og þögn. Dauð og þögn. Ok. Segir það ekki bara þetta sama samþykki? Já. Er það ekki bara spurning sem tekum bara þetta fyrst á? Já. Er það ekki? Ég er ekki tengt inn á þetta Þú horna. ert ekki tengt? Nei. Ok. Ég er tengt þarna. En ég get ekki sýnt að ég er með hérna. Er eitthvað leið fyrir mig að tengja þarna og saman getur séð? Það er eitthvað snúrið, það er snúraði sko fyrir. Ok. Afsakið þetta, ég þarf að tengja mig hérna við hérna skjávarpa. Það er þessi hérna, það er ekki. Þessi, já. Ég er ekki. Það er mjög svona kláður. Þú heitir þetta millist. Það er svona. Við gleymdum þessu. Segum við það, við gleymdum þessu. Þetta glemdist að
tengjast við afsökunar á því. Hvað ég sagði á, Pétur? Hvað segir þú? Hvað ég sagði á? Já. Nei, þetta er gaman. Svona guðmyndtenging, ég veit ekki þetta til gaman. Ég er með nýtt HDMI, er ekki svoleiðis. Afsækið þetta, ég bara þið glemdi að laga þetta. Ég er ekki þetta. Það er gaman Ég er ekki með Getur þú sýnt þetta á netinu? Ég sýni þeim það, þannig að spila. Ert þú með? Þú tekst þessu? Ég veit það ekki. Getur ekki séð þetta í símanum þá? Jó, ég hef bara gert sýni. Er það á YouTube eða? Já, læði dært. Það kemur bara mínútu setna. Sorry, ég var bara alveg búin að gleyma því að Já, ég líka. skjáum fyrir fólki í salnum. Það er bara að hugsa fólki á netinu. Það er ok, eitthvað að skera hérna skjánum. Þetta er farið yfir litt fjármála. Já, Já. fjárhagsáætlun. Sigurjón Sveinsson. Það er með fyrstingar á stað. Á. Hvernig ætla ég að gera fúlskrift? Svo getur bara niður. Það er ekki eftir. Það er þetta hérna. Er allir komnir með þetta upp hjá sér? Þetta er alveg. Fólkskópar. Já, hérna er ég bara með, hérna er ég bara með, bara yfirleitt við fjármálinn hjá okkur. Þú mátt slökka á mér. Ég þarf ekki að heyri mér aftur. Já, hérna getum við séð hvernig fjárhagurinn er búin að vera hjá okkur yfir árið. Þetta eru mótin. Fyrstu síðar. Viktor að býta þess. Akkur kemur. Það er ekki. Nei, ok, veistu það hann segir að það sé mjúta, en það er ekki mjúta. Nei, ok, haldur bara áfram. Við heyrum í þér og þeir, hérna, YouTube-arnir heyr ekki þegar við setja hérna fullscreen á þetta. Já, ok. En já, eins og þið sjáum hérna, þá er Flórída-deildin, hún tekur inn mest. Hún skilar mest af sér. Þetta er náttúrulega bara súlurinn, en það er hægt að sjá hérna allar tölurnar. En eftirstandandi, til dæmis hjá Flórída-deildinni, 1.389.000, þetta er alveg skarar fram úr öll. Og svo pluss styrkurinn. Já, þetta er utan styrks. Þetta er bara innkoman. Það er 1200.000 Jú, það er 1200.000. á ári. Já. En það er 2,5 milljón á ári.
Já, nákvæmlega. Það væri þetta betra, gott að við værum með fleiri svona styrktaraðila fyrir fleiri félög, eða fyrir fleiri mótsægi. En RIG 2025, við í stjórninni við ákváðum að gefa frá okkur RIG. Þetta mjög kostnaðarsamt mót. Við buðum PFR, við ætlum að afhverja hvort að einna PFR vildi fá þetta, en þeir viljast ekki vilja fá þetta aftur, þannig að við höfum tekið þá ákvörðun að hætta með RIG. Auglýsingar sem fyrir IPF sem heitir þetta fengið og við erum borgar fyrir stöðum. Auglýsingar. Já, þetta rosalega kostnaðarsamt mót. Þú endur tekið þetta sem þú segir. Getur þú sagt þetta aftur, Valdi? Vali? Það galið að þurfa að borga auglýsingaskiltin og ekkert fyrir það. Allir flæðar og auglýsingaskiltin og allt drastlið og kostnaður okkar. Það gríðarlegur auglýsingakostnaður. Það þarf að borga fyrir auglýsingaspjöld, fána, bara allar auglýsingar, það þarf að greiða fyrir þetta allt saman. Þetta alveg 300.000 minnum mig sem bara fyrir að taka þátt sem fer til IBR. Þannig að kostnaðurinn bara allt og mikil og það lítil samvinna, svona erfið samvinna við IBR varðandi þetta, varðandi styrktaraðila og annað slíkt. Við höfum ekki fengið styrktaraðila. Ég veit að PFR fékk ekki heldur styrktaraðila þegar þeir voru með þetta. Þannig að við bara höfum vísað þessu frá okkur og höfum það bara opnað fyrir það að vera með 8 umferðir hjá Floridana þetta árið. Í staðinn fyrir 6, þá voru 6 í fyrra, en núna verðum við með 8 umferðir á Floridana. Og til að bæta upp fyrir RIG. Svo það með Íslandsmót félagsliða. Það í solni mínus, en við erum líka búin að vera bara með þátttökugjaldið 10.000 per lið í svolítið langan tíma og mig langar að athuga hvort að fólki væri til í að hækka það upp í 15.000 per lið. Þannig að þar sem að það alltaf mikil aukning á kostnaði bara almennt í samfélaginu. Og það held ég að væri á tími til að hækka upp í 15.000 per lið. Má ég senda það í atkvæðagreiðslu núna? Hvað? Það fara þeir. Stjórnarinn að gera það. Það má fara í 20.000. Já, ég saman við að fara til 20.000 per lið. Margir sem vilja hækka upp í 20, það sé... þetta ekki rétt sem að segja, ekki vera ákveðin stjórnmann og tíma sem að mótið Það heyra að sé þá að það fara upp 20 ára. Það bara ákveðin stjórnar ákveða bara eins og hvað þátttökugjaldið í Íslandsmót eða venjulega öll Íslandsmótin okkar. Það bara stjórn sem ákveða það. Ok, það bara, mér heyri samt að fólk vera bara svona algjörlega samt við og þannig að ég ræði þetta bara við nýja stjórn að hækka þetta ekki 20, það virðist ekki vera mikið mótmælinga hvert í. Þannig ok. Það skráða það tillögu og stjórntæku og fyrir í stjórntæku og fyrir. Ok, þá vil ég til að... Ok, það þá bara tillaga að hækka upp í 20. Ok, einhverjar spurningar varðandi þetta sem við erum að horfa núna, tekjur, gjöld, eftirstandandi fyrir mótin? Eitt spurningar sem var til fórðan, þetta auka upp í 8. Já. Búið að það verður ekstra fórðan að hækka styrkinn og það skal þú fjölga mótum. Nei, ég var ekki búin að taka það neitt fyrir, en það góð pæling. Nei, það bara einhverjum styrkinn og styrkinn. Já, nei, það var bara flott, ég skal bara tala það við nýja stjórn. Bara skrapa hjá mér. Hvað var það langt samningur? Þið var ekki velgerði? Jú, ég bara man ekki hvað hann langur. Hann var endinaður í fyrra. Já, var það ekki? Já, endinaður í fyrra, hann er örugglega 2 ára. Hlýtur að rökka. Spurning frá PFR. Já. Hver kostnaður við Íslandsmót félagsliða? Af hverju sem rúmar á? Það mótstjórn í 2 daga, það salurinn í 2 daga líka. Það eiginlega mestu kostnaðurinn sko í þessu öllu, mótstjórn og salur. Verðlaun. Örugglega verðlaun. Já, og verðlaunin.
En þau eru náttúrulega bara fyrir eitt dag. Okay. Eru bara fleiri spurningar hérna? Já, ég ætla alltaf að minnast á það með Iceland Open og Masters. Það hefur verið pæling að koma Iceland Open og Masters frá því að vera bronsmót upp í silfurmót. Ég var að fá sent frá FDF hvað vinningsupphæðir þurfa að vera fyrir Open og Masters. Ef við viljum fara upp í silfur, þá þurfa verðlaunaféð að vera 1,7 í minnsta lagi. Sem svolítið mikið meira en við vorum með síðast. Hvað það brons? Það 1,7 tótal eða fyrir hvort mót? Fyrir hvort mót. Þannig að ég sé ekki alveg fram á það nema við séum að fara að auka við okkur alveg hérna upp í 5 milljónir í hagnað fyrir mótið. Að við myndum lenda bara í einhver gríðarlegu mínus ef við færum okkur upp í silfur. En ég alveg til í að skoða þetta betur með nýrri stjórn, hvort að þetta sé eitthvað sem við getum gert. Óskar spyr hvað þetta var í bronsinu. Það var náttúrulega frábært að fá styrktaraðila, sko. Það seinna á árinu, þannig að það var kannski flott að skoða það með nýrri stjórn, einhverja styrktaraðila fyrir Open og Masters, sko. Það væri algjör snill. Pétur með spurningu? Já, bara tengist þessu í raun og veru. Þegar við finnum slíkt það á, þá spila að skoða hvort þetta sé ekki eftir. Þetta er alltaf með, þetta er international mót eins og er. Það er frábært að fara upp í silfur, en eins og segir, kostnaður með gríðarlega. Rosalega mikið. Við hefum ekki styrkt það fyrir hendi, þá finnst þetta fara í það. Ég ætla bara að bæta við þetta. Í Færeyjum þá er bronsmót 1 og seinni daginn silfurmót. Það verður kannski hægt að skoða eitthvað svoleiðis laust. Náðu þið þessu online? Það verður kannski hægt að fara með 1 mót í silfur og 1 í brons. Færeyjamótið er þannig. Það getur verið þannig. Já. Að mig minnir bronsmót, við erum í lægsta þrepi. Í verðlaunafé, ég minnir að það sé í kringum 6-7.000 fyrir báða dagana. Ég ekki með nákvæma tölu akkurat fyrir framan mig núna varðandi það. En ég get alveg redda því fyrir næsta fund ef við það. Eitthvað fleiri spurningar hérna? Aftur dauð og þau. Ég er bara næsta. Þetta eru verðin svona almennt hvað við greiðum hérna til félaga vegna húsnæðis, félagsgjöldin og svo mótskjöldin. Það fyrir ykkur til að sjá. Við hafum ykkur upplýstungur varðandi breytingu á þessu, annars bara ræðum við þetta kannski bara milli stjórnar. Tekur mínútu. Einhverjar spurningar varðandi þessar upphæðir? Hvað þetta annað fyrir keppnina? Öll önnur mót, annað en Floridana, eins og Íslandsmeistaramót eða annars. Önnur mót. Sem eru haldin af öðru félagi. Og greitt bara spjaldalega. Já, það er bara basically spjaldalega. Spjaldalega, sko. Þetta er búið að vera viðhafast mjög lengi, bara síðan ég man eftir með þessu. Já. Einhverjar aðrar spurningar varðandi upphæðirnar? Nei, það verið alveg svona umræður sem er heyrt svona heilt yfir kannski varðandi verði í Floridana mótaröðuna. Já. Það mjög. Já, þetta getur verið talaði mæki. Ég skal tala í mæki. Nei, það ekki. Þú sátt sér. Davíð Press. Píldur Þós. Press. Það hafa verið alveg svona umræður hjá okkur, innan klúbsins hjá okkur, það sem heyrt frá öðrum aðrum líka varðandi Floridana mótskjaldi upp á 4.000 skall. Mönnum finnst það svona kannski verið þá sem eru að koma nýir inn og eru ekki í kristall, gull eða silfurdeildinni og eru að spila þá einhverja kannski, 6-7 leiki, 6-7.
upp í 8 og svona mönnum finnst þetta heldur hátt en ég myndi leggja til við nýja stjórn, kannski ekki tekin ákvörðun þetta hér, að sem sagt að breyta strúktúrnum í sem sagt verðlaunum í Flórídana, hafa þetta kannski meira svona aðlaðandi, mögulega færa þetta yfir í peningaverðlaun eða eitthvað svoleiðis, 50.000 krónur fyrir sig yfir í kristall og 25 í gull og 15 í silfur og þannig að sé eitthvað svona gulrót fyrir keppendur að vinna sína deild. Og hvort þetta er greitt að hluta til í inneign hjá IPS eða bara í einhverju millifærslu eða eitthvað, það er bara kannski ný stjórn sem þyrfti kannski að taka þann bolta áfram, en ég held að það væri eitthvað sem að myndi væri tilvalið að skoða og svona til að ýta Flórídana-deildinni aðeins upp, því að ég held að séu svona meðaltal 180 keppendur á hverjum sunnudegi að koma og taka þátt í henni. Þannig að ég held að þetta sé alveg tilvalið fyrir nýja stjórna fabulæri kynna það og en engar athugasemdir kannski með eins og Íslandsmót í einminning og tvíminning, það er náttúrulega bara Íslandsmót og svona þessu öðruvísi prósess í því en að gera að skoða kannski þar líka að uppfara aðeins verðlaunastrúktúrinn innan IPS, því eins og sáum á glærunni þannig undan að þá er Flórídana að gefa hellingstekjur og hellingsafkomu sem væri það hægt að nýta þá í mögulega að fara verðlaun innan Íslands pílukasts. Þannig að ég held að það var eitthvað skref sem að ný stjórn ætti að hugsa vel og vandlega og þannig að þá sjá menn og konur að það er ef að fólk æfir sig nú vel og mikið og sýnir metnað þá geta alveg fengið einhver fjárhæð sem að skipta máli. Það sé gulrótið sem að vantar núna. Takk fyrir. Já, betur ásýrðu þetta? Já. Saman dag, ég veit ég eitthvað á sendu stjórn IPS tilhör að það hefur hafa eitt og úrvalsdeildarmeistari fengið peningana í lokin, það myndi bregðast yfir árið að í hverju umferð myndi einhver í Kristján fengi kannski 30 eða 40 eða eitthvað og síðan eitthvað líka í öðru sendi og þriðju sendi kannski og síðan þetta má skoða með aðra deildir og það hefur verið peningaverðlaunir en ég finnst gjaldið 4 skall er ekkert rosalega hátt, það var 3-5 áður fyrir stofnuðu deildina fyrir 4 árum. En þú veit að fá rosalega marga leiki og bara 5-6 tíma í pílu. Þannig að ég segja mjög til að ná að peningaverður meira í mótinu og IPS og sammála því. Allir í salnum sem að náðu þessu. Heyrðu þetta í salnum? Já. Við erum líklegast örugglega ekki að fara að taka einhverja ákvarðanir þetta akkurat núna, en þetta er eitthvað sem við bara í stjórn munum þá bara skoða og ég er saman á því, þá þarf að endurskoða kannski verðlaunin og svona og kíkja betur á mótskjöldin. Notaðu penning til að vera senda gestur út og landsleislega sport og Fyrir ekki, ég hefði volið eitthvað yfir þannig. Það er ekki betur að nota þessu penning í að senda landsleissport út að keppa. Það er auðvitað mjög gott að koma fólki út. Hvaða pening þetta? Fyrir Flórídana? Já, þetta er innkoma sko, en við erum þá örugglega ekki að tala einhverja risa upphæðir fyrir Flórídana, en það má skoða það kannski ef við erum með fleiri mót. Við getum alveg haft það líka í huga að auðvitað landsliðið það þarf að koma því líka út. Landsliðunum, já, nákvæmlega, þetta er fleirtölu. En við skulum hafa það allavega í huga líka, jú, að það þarf að eiga pening fyrir landsliðunum og ferðalöfum. Er þetta peningur til þess að borga þessi verðlaun?
Íslandsdeildir og tundurstjórnir fyrir þér. Já, það er bara eitthvað sem ég þurfti að skoða betur. Sem bara ný stjórn tekur, bara, það er enginn að leggja þetta til, þetta er bara að skoða. Þetta er náttúrulega... Fyrirgefðu. Ég sá að vera að nota þetta til að styrkja vatnið. Þannig að ásýðum þegar maður segir, mér finnst að bestu deild Krista ætti að fá verður fyrst annað 3 og 4 í hverjum peningum. Það er ekki að hafa peningar en þeir þurfa að sækja verðurnina. Ég finnst ekki að ef ég er að spila í 10. deild eða 8. deild eða 4. deild eða eitthvað, ég er að fá 20 verður. Ég held það ekki þurfa. Ég er nóg fyrir mig að fá verðurnapenning eða eitthvað, skjöld eða hvað þau. En ég held samt sko að þessi peningur sem myndi fara í þá bestu leikmennina, þeir nota þannig pening að fara mót erlendis og verða betur. En ég held það er eitthvað meira virði að þeir sem eru í eftir sættum fái pening, þá er þetta áfætti ferðarsögu þeirra til að fara að verða betur. Alveg góða punktur. Það er allir með mjög góða punktar. Ég heldur samt að tökum ekkert einhverja ákvörðun hérna þetta, en þetta sé eitthvað sem þarf bara að skoða. Og maður bara reikna betur út. Hvort þetta sé eitthvað sem við getum gert. Þetta ef ég líka fara að tala við ölgerðina varandi að hækka styrkin eitthvað, kannski er eitthvað hægt að nýta það ef við fáum einhverja hækkun frá þeim. Þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að reikna út og skoða betur tilliti til bæði landsliðsins og bara líka hvort það sé hægt að breyta Flóriðanadeildinni þannig að það séu verðlauna fyrir. Þetta er bara útreikningur sem þarf bara að gera. Ég get eiginlega bara ekki svarað akkurat núna af því ég þarf að reikna þetta út hvort þetta sé hægt. Er það fullnægjandi svar eða? Stjórn skoðar þetta bara. Já. Næsta stjórn skoðar þetta bara. Já, næsta stjórn skoðar þetta. Það er ekki verið að leggja neina til neina breytingu eða neinu, það er bara verið að ræða. Nefna hvort það megi skoða og ef það er ekki breytt þá verður það ekki breytt. Nei, við skoðum það bara og ef við erum komin með eitthvað fyrir fjarfundinn í lok janúar þá bara leggjum við það fram. En það sé bara best. Okay. Er eitthvað fleira varðandi þessa síður? Það er nú upphæðir? Nei. Það er bara hérna í félagatalið. Við erum með félagsmenn og undir 18 og samtalsfélagsmenn yfir allt landið. Ég kom með nýjanskjöld. Já, Ási. Við 18 erum félagsmenn. Já. Þannig að ég finnst félögin þurfa að setja meira og líka upp að ef við erum að komast inn í nýja sín undir sérsamband þá er borgað eftir félagsstafni og það mest borgað fyrir ungmenni og börn og það er IPS myndi fá mesta pening fyrir þann flokk. Þannig ég var til að stóru félagin farin að skráða inn tónleikastarfi um þér og fá þeir rétt að tölur inn í þetta. Það vantar alveg 100 manns eða meira inn í þetta. Og svo er eitthvað önnur félög sem hefur verið bara með 0. Svo kannski fá einhver skýringu frá geggjarum það, af hverju það er. Frá mér varðandi barnin, skráninguna, þetta er þetta... Ja, Viktor, fyrir okkur, þetta er bara klúður. Það eru 25 krakkar sem eru bara eitt í einlega hjá okkur. Já, jú, sko við erum búin að segja um það að þetta kemur inn í sportdeildir hjá ykkur, já. Þannig að þetta er bara ísvæðst að færa til milli, þannig að það eru 25 skráðir sem voru á haustum. Já. Og ég var nú að fjölga ykkur núna á vormánum, sko. Ég ætla bara endilega að biðja bara alla að, ef þið getið skráð börnin bara inn í 2025 skjalið.
Við munum þurfa að senda þetta á ISI, þannig að bara endilega skoðiði ykkar skráningar, börnin helst til þess að við séum að senda þeim réttar upplýsingar til ISI frá okkur í IPS. En það alveg rétt, auðvitað börnin eiga að vantar alveg svolítið að börnin finnst mér. Þið ekki settið þeim í skráningarkerfinu í aukvitað? Ég hef verið að spá í það hvort ég ætti að breyta því eitthvað, hvort að sé að koma einhverju svona sér skráningarkerfi fyrir einmitt bara börnin. Þannig ég geti séð það. Ekki það? Já, við heyrum í þér. Og hver er þetta? Þetta er Arna. Við vorum að ræða þetta skrábæðin einmitt eftir það að gera og auðvitað bara við síðan líka að við getum sótt styrki hingað þangað sem við getum fyrst landsbyggðið og gert það sem við getum til að IPS þeim að vinna þangað til dag. Þannig að svona og að halda skráminu uppi. Við viljum að hafa þannig að skráða að taka í þá kemur til ykkar með. Þannig að núna þarf ekki að taka í þá ekki að spila. Allir í stafnum sem að náðu þessu. Það var það bara stjórn IPS og barnaráð. Við þurfum bara að ræða saman hvernig við getum svona uppfært skráningarkerfið fyrir börnin kannski. Var það kannski sniðugt fyrir okkur að gera þarna? Það var það gert. Bíða. Þá bara breytum við líklegast skráningunni fyrir börnin. Já, Ási? Þarna eru vantar félög sem hafi skráð inn á félagsmenn árið 2005 eins og félagfélag Fjallafjörður, Völsungur. Já. Völsungur var að senda inn bara fyrir félagsmennina 2026, bara núna í síðustu viku ég var að tala við þá. En það eru félög þarna sem eru ekki búin að senda neina skráningar inn. Og það ekki bara svolítið tengslu við, það ekki verið virkstjórn innan IPS og mögulega ekki búið að rýnda eftir þessum smærri félögum sem eru ný? Ég eitti öllu 2024 í það að vera að ýta við öllum. Já, ég er að segja það. Það er ekki starfandi stjórn, þú náttúrulega getur ekki gert það einskilið, þannig að skiljanlegt að mögulega sé ekki komin að skráninga frá öllum þessum minni félögum sem kannski þekki ekki alveg fórumni. Já, ég hef reynt að vera alltaf ég reyndi alltaf að reyna nefnilega núna þetta síðasta ár að senda alltaf á ársfjórðungi, þetta skjalið þitt, fylltu það út, sendu það á mig. En það búið að vera svolítið, þetta tekur rosalega tíma fyrir mig því ég þarf að skrifa sér-post fyrir hvern og einn. Þannig að þetta alveg 2-3 daga verk fyrir mig að bara gera þetta. Því ég líka í fullri vinnu. Birgir á sig, já. Já. Þannig að það líka það, nú eru félög, til dæmis eins og Konstangi, ekki að borga IPS. Já. Og til dæmis bara leikmaður, mjög góður leikmaður, hann skráður flótað næstum þeim frá þeim. Og hann auðskið áður að Íslandsmeistar á 2025 ekki skráður ekki með félagi, með það landsmenn, sem spila 2025. Borga ekki til IPS, borga ekki til sem félags, og ekki til landsliðin. Þannig að það svona, og síðan eru félag, til dæmis nýtt félag sem Völsungur, þeir bjóða upp á 2 konar félagsar, án IPS og með IPS. Já. Ég hef ekki heyrt af því. Það er naflar, það er ekki fræði fólki að kaupa áskrift af. Það er Völsungi með IPS áskrift eða án áskrift. Já, ok. Þannig að þetta svona, ekki alveg. Ég held að misskilningum hjá félögum sé sá. Þeir sem alltaf ekki verið góðir því að þurfa ekki að fara í IPS. Sem bara að leika sér. En ég held að reglan væri sú að það fara í IPS, það þarf bara að vera með aðeins með alla eða umgangsskilning. Og það er reglan, sko? Það eiga bara allir að vera
í félaginu sem taka því að borga þá IPS. Já. Þannig að gert því að það eru íþróttum, skilur. Já, það kemur alveg fram í lögunum og þú getur bara verið aðili í einu félagi og þá verður þú að greiða til IPS saman hvort þú sért bara leikaðir eða ekki, sko. Það er ekki gert það, það er búin með það í mörgum að það er að sá, skilur. Það er bara alltaf að vera í IPS, skilur. Það er bara ekki, það er áður verið. Nei, það er ekki þannig, allavega ekki í lögunum, sko. Það er, ef þú ert að taka það, þú ert ekki bara gestur í einu félagi og ert ekki aðili í neinu öðru félagi. Þú ert með aðild í félagi og þá greiðir þú til IPS. En svo er líka annað átti, þú verður líka að veistu það er ekki það sem er að skila einum gögnum frá sínum félögum. Viktor er bara, það komið þannig á einnig, en svo líka það er ekki að félög að skila mörg gögnum skila neitt. Þannig að það er bara að leita eftir þessu bara stjórninni, ekki þess. Já, ég hef búin að lenda í því að það eru sum félag sem að skrá aldrei, en ég veit ekki hvað ég á að gera við þau félag sem skrá ekki neitt, sko. Ég veit bara ekki hvað ég á að gera. Já, fyrir ekki að segja, Pétur á það fyrst að spila, að tala, svo kemur það þér fyrir ekki að. Varandi í það sem er svona kjarninn finnst mér voðalega einfaldur gagnvart skráningu og greiðslu og keppni. Þetta er ársfjárlöguslega, við erum að borga ársfjárlöguslega, við borgum ekki ársfjárlöguslega, þá eru leikmennir ekki löglegir í mótinu þar en þið geta í keppni. Það er hvatinn sem við höfum sem IPS til þess að vinna með. Hvort sem það er rétt eða rangt og ef við viljum breyta því, þá getum við bara að skoða það. En þetta er alveg til staða, þannig að þetta viljum við allir sé að greiða, svo erum við með svipaðar skoðanir á þessu, en það er kannski best að við förum í eitthvað sem að við séum flest öll sátt við, að við erum alltaf búin að samþykkja þetta og meðan þetta er til staða þá getum við unnið eftir þessu svona, þannig að það mun alltaf leikmennin hafa samband sem félag og segja, heyrðu, það þarf að greiða gjaldið fyrir mig. Þetta er ekkert flókið í mínum það. Í staðinn fyrir að við erum eitthvað að benda pötarinn hingað og þangað, bara vinna eftir það sem við erum með og ef við viljum breyta því, þá bara breytum við. Og þá er það kannski næstu stjórnar að koma til og það. Takk. Takk fyrir það. Náðu þið þessu á netinu? Það er líka bara að passa upp á það og líka til þess að þá vilja landslið og stjórnin skoði það að félagsmaður sé borgunarmaður í IPS að sé ekki að spila með landslið og hann er ekki skráður eða borgunarmaður inn í Íslandska félagsambands. Nei, nákvæmlega. Það er alveg ótrúlega. Er það þannig í dag? Og Ási segir að það sé þannig í dag. Í hvaða félagi átti á hann að vera? Í hvaða félag á hann að vera? Og það sé aðileg. Það ætti ekki að segja nafnið á hann, í hvaða félagi á hann að vera? Félagi með landsliðið? Já. PFH. PFH? Er þetta ekki bara eitthvað sem að... Já, nei, mér langaði bara að vita í hvaða félagi hann ætti að vera. Er þetta ekki bara eitthvað sem stjórntekur upp? Jú. Það er ekkert mál að vinna með þetta. Nei. Þessi landsliðsþjálfari er ekki bara spurt, er hann meðlimur? Það er ekkert mál fyrir mig. Já. Og þetta er alveg góð valið point. Já. Já, þá bara verðum við að skoða það. Þú bara skráka hjá mér, þessi með þetta. Nennu að spyrja svo hvort það sé að meina hvort það sé að það sé ekki búið að greiða árgjaldið eða eitthvað annað. Árgjaldið. Hann er að meina árgjaldið. Þannig að PFH er ekki að borga árgjaldið. Já, ok. Og það var alveg point. Það var með gjald til að PFH hérna og það. Er eitthvað fleira varðandi félagatalið sem við viljum ræða? Engin á lán. Ykkur er út í sal sem vilja ræða eitthvað frekar félagatalið? Svo gerði ég bara lítið sett súluritt bara varðandi félagatalið. Ég sé að sjá hvað þetta er rosalega fallega skíðabrekkar hérna. Engan hlátur þarna, ég var að vonast til þess að fá eitthvað sko, en fine, þá er ég bara ekkert fundið. Virkilega vel gert. Já, þá hefur þetta rosalega flott og þetta er bara velur í það.
Takk fyrir það, Ása minn. Mjög fallega sagt að þér. Bara gaman að heyra. Það tekur mínútu að skipta, það tekur mínútu. Það tekur það mínútu að skipta? Já, mér. Okay. Látt skipta samt. Svo við hlægjum ekki eftir svona hálfa mínútu. Þá fyrir við bara að nefna það í þetta þeir félagsmenn. Fyrir ekki. Er það að ræða eitthvað? Nei, ég sagði að við hlægjum eftir hálfa mínútu þegar það kemur inn hjá okkur. Já, ok. Hérna, þetta er það sem var greitt inn fyrir félagsmenn í fyrra. Það er 4.065.000, þetta eru 813 greiddir félagsmenn. Yfir allt landið. Ég meina, þetta er alveg meira heldur en í fyrra. Ég held að sé alveg, þetta hafi verið 700 okkar í fyrra. 2,6 milljónir. Þetta er almennilegt. Við erum að stakka á hverju ári og Lúklitl er alveg dregur krakkana inn og bara fólk og unga sem aldna sko. Það er eitthvað spurninga varðandi upphæðina? Mikið bara til upplýsingar. Já, nákvæmlega. Var að setja fjárhagsáætlun núna 56. Já. Fjárhagsáætlunin mín, þar sem við erum með 8 Flóridanamót. Þarna er ég ekki með styrkin einu heldur fyrir Flóridana til dæmis. En ég hafði hæstu tölu sem mögulegt er fyrir verðlaun í Iceland Open og Masters ef við værum með báðar deildast með bæði í brons áfram, þannig að ég setti það bara inn, það er 11.058 krónur í verðlaunafé. Já. Þetta er allavega svo áætlun sem ég gat svona sett upp eftir þeim tölum sem við vorum með í fyrra. Ég með einu spurningu. Já. Það er bara ein lítil spurning. Er auðgerðin eitthvað eini styrktaraðili IPS eins og staðinn núna? Já. Það er hérna spurningu sal að hann spyr hvort að auðgerðin sem sagt eini styrktaraðili Flóridana. Já. Það er IPS. IPS, já, fyrir. Þannig sé nei. Ping Pong er styrktaraðili Dartum fyrir börnin. En það fer bara beint í barna. Já. Þeir eru með sér reikning sem að styrkurinn fer síðan inn á. Þannig að ég veit að þú er búin að vera einn, bara að ég spyrja ef það hefur einhvern skoðað að fá bara einhverjum svona fasta styrktaraðili eins og önnur sérsköpun. Það hafa verið sendar út svona beiðnir styrki. Ég veit að fráfarandi formaður, hann reyndi að senda eitthvað út. Ég veit ekki hversu mikið, ég náði ekki að fylgjast með því, en ég veit að það hefur verið reynt að sækjast eftir styrkjum. Hvert er ég ekki alveg 100% viss, en það hlýtur að vera eitthvað staðar. Já, ég bara velti hérna að nú bílgasti á þessari uppleið og ótrúlega mikil svona bólað hjá okkur núna sko, ég er bílgasti og maður finnur það bara í okkar litla fjölegi. Þannig að hlýtur að vera einhver staðar hægt að sækja, til þess að auka. Ég hefði haldið það. En ég skilur vel að þú ert einn, þannig að kannski erfitt að... Já, nei, ég veit þeir voru duglegir fyrst til þess að reyna að sækja í einhverja styrki, en ég held að hafi ekki fengist neins svör og flest allt bara neitað. En, já. Já, hver er þetta? Sævar Selfoss. Já, Sævar, sætt. Ok. Það var þegar við heitum Nóvis-bildin, við vorum hættir, þá vorum við spurðið mér í búlsætt hvort einhverjum samkvæmt einhverjum. Einu sem ég segi, ég veit með örgjörn, við skulum bara koma tengingu á. Þetta er ekki flókn. Við erum með 800 mann sem er að borga fyrir. Það hljóta einhverju í þessu pílu samfélagi, það veit ekki á einhverju stofnfyrirtæki, að búa til samtal. Byrja samtal, tengja og stjórn. Og það segir við hvernig þú tengir á styrkjum. Skýrtur að það ætti að vinna saman þetta, það er ekki ekki stjórn. Það væri bara frábært ef við gætum gert einhverja nefnd, bara styrktarnefnd. Styrkja samtalið, það er mikið stjórn af fólki, það hlýtur einhver að vera í stjórnfyrirtæki, geta kríjað
á styrktaraðila að prófa eitt og passa þá upp að það sé verið að auglýsa á síðun okkar og á mótum. Ég er alveg sammála, það er frábært að fá fleiri styrktaraðila og þetta er rosalega mikið af fólki, það hlýtur ykkur að þekkja ykkur eða hafa ykkur samband. Svo bara, ég held að sé alveg eitthvað sem að stjórnin skoðar að auglýsa kannski jafnvel bara eftir fólki sem hefur áhuga að skoða einhverja styrki fyrir okkur eða með okkur eða bara reyna að fá meiri pening inn í félagið. Þetta er eins og þú segir líka, þetta er gríðarleg bóla, það er mikil aukning bara á milli ára. Þannig að það hlýtur að vera ykkur sem að þekkir ykkur eða getur þetta sækja styrk fyrir okkur eða með okkur. Það sér líka bara innan félagana skiljum það eru öll aðalfélög með styrktaraðila að sinni deildið. Þannig að við fyrir bara að virkja samtali og við erum sér ekki tilbúin að hafa einhvern þátt innan IPS í heild sinni. Nákvæmlega. Það verður bara mjög gott. Svo bara úrvalsdeildin, þannig að það galið sem 0 tekjur af henni. Það eru 0 tekjur af henni. Það er bara stjórnundali sko, en það komur reynsla á núna skilur hún á flott og það er alveg hamra það járn að það er eitt sko. Já, það var sko, fyrir úrvalsdeildina, það er náttúrulega, við megum ekki verið í trássi við styrktaraðila sínar við það, ég man ekki þetta, það er einhverja reglur, ég held að Hilmar hafi verið meira inn í því, ég var ekki nóg mikið inn í því, ég er bara gjaldkeri, en þetta verður alveg til að bara, skoða betur við niður í stjórn, vonandi sem að ykkur kemur inn í nýja stjórn sem getur kannski haft ykkur ítök eða hjálpa til eða allavega koma að styrkja úrvalsdeildina, það er alveg mesta auglýsingin okkar. En ég bara tek undir sem Sævar sagði á Selfossi, það er bara að virkja samtalið, skilur við, það þekkja allir einhvern, það vinnur allir, flestir vinna á einhver staðar, skilur við, bara að auglýsa IPS og þetta þing sér þing til þess að nýta það. Ég er alveg sammála, það fyrir maður, það vera einhver stað. Þetta er einhverjar aðra spurningar varðandi fjárhagsáætlun. Sína stökkvarritum. Stökkvarritum? Já. Annars lítur þetta svona út í súlurriti. Úrvalsdeildin alveg í massífu mínus. En auðvitað með styrkjum, ef við myndum fá að finna einhverja styrki fyrir úrvalsdeild eða eitthvað af þessu, það mun þetta alveg gjörbreytast. Ég væri til að sjá aftur ofan línu. Þess vegna er það ótrúlega að það sé ekki neitt styrkur og úrvalsdeildin eftir í sjónvarpi. Þetta er eitthvað ólíkt. Mér finnst það nefnilega líka. Það var enginn tilbúin að... Þú deyfir ekki sem þetta skerðir. Já, eins og ég segi, þegar það var eitthvað sótt styrki í fyrra, ég heldur hafi verið að leitast eftir ykkur til þess að styrkja úrvalsdeildina, ég minni það, en ég get ekki verið 100%, en það er eitthvað, maður þarf að passa að það sé ekki í trássi við styrktaraðila sínar, og ég held að ég hef bara fengið neitun frá öllum þeim sem var sótt en ég veit ekki hjá hversu mörgum var sótt styrki. Það er eitthvað sem ég þarf að spyrja Hilmar út í hvert var búið að reyna að sækja styrki. Finnum hann að passa? Já. Það er ekki síðast að glæra. Hérna er síðan staðan á reikningum. Það er komið meira inn af því að félagsgjöld voru sumstaðar greidd eftir áramótin, þannig að þetta er mun hærra í dag. Ég lokaði 2 reikningum sem að báru bara enga vexti og opnaði hávaxtareikning sem er sem allar upphæðir, ég set allar upphæðir inn á hann. Ég vil fá alla vexti sem ég get fengið. Neðsti reikningurinn er reikningur barnadeildar. Þar fara fyrir öll innkoma dartum og styrkir. Var þar inn líka. Já, annars er aðalreikningurinn okkar, það er þessi næstefsti
26 reikningur en ég millifarið af honum reglulega yfir á hávaxtareikningur. Er einhverjar spurningar varðandi reikningur okkar? Gert. Já, þá minni kynningu lokið fram að næsta fundi. Og þá ætlum við að gera smá fundarhlé, bara eigum við að segja 10 mínútur og svo komum við bara aftur.
Kollin. Ég setja tillögur upp á... Nei, ég setja þessar tillögur upp á... Ég með hvort viltu fá PFK eða ISI fyrst. Nei, ég get skrolla rólega niður. En var þetta ekki undan það? Var þetta búið? Það var það komið hérna. 8. Ég var að leggja Hún var að leggja fram Já. fjárhagsáætlunina. Það er ekki bara. Varstu ekki fylgjast með Jú, þetta? ég skráði bara sér 4 sko, það saminaðist eitthvað. Já, Já, þetta var þetta verður allt tekið bara á 36 og og 10. Það þú ekki fyrst með fjárhagsáætlunina? Sko. þetta var fjárhagsáætlun. Já. Sástu það ekki? Jú, ég sá hann, ég var bara að lesa hér sko. Pétur, þú ætti að fylgjast með. Já, ég var bara að fara aftur yfir það. Það er stóð. Steinum, þú ert með upprétta hendið, þetta segir eitthvað. Alls ekki. Svo gaman að heyri þér. Þú mátt taka niður hendina. Ok, Ok, þá erum við þá inn. bara höldum við áfram. Herðu, þá erum við komin í það tillögur breytingar á lögum og reglugerðum sambandsins. Já, það er hendur sæl, Pétur. Máttu mækka svo vel. Varðandi tillögurnar, þá er ég búinn að kíkja hans yfir þær og byggja fleiri. Það kemur bæði frá sem ISI og svo frá PFK og það er margt sem er að koma hana sem er svipað og ýmislegt annað en þar sem við erum að fara inn í ISI og við vitum það að það er aðeins sem að allavega eitt sem er að bjóða sig fram sem er í samráði við ISI að ræða við þau og vera að klára þessu vinnu að okkur langar til að leggja til að þessar tillögur verða teknar saman af stjórninni sem kemur núna og samrænt með ISI og viðkomandi aðalum sem hafa sem sagt annars vegar sent inn tillögunar og þá ef að önnur aðildarfélög vilja koma með athugasemdir á þessar tillögur og svo er þetta klárað á þessu sem sagt framhaldsþingi sem verður þá í enda janúar skilst mér og þá er búið að móta þetta bara í samráði við ISI og tekið á þeim þáttum sem að kemur annars frá PFK og svo kemur frá ISI þannig að þetta verður bara tilbúið fyrir okkur raun og veru til þess að klára allan meira fullnóta því sumt að þessu er alveg að sama kemur aðeins meira frá ISI þannig að það er svona til okkar að stjórnin fá að vinna þetta plagg fyrir framhaldsþingið og þar klárum við þessar tillögur. Takk. Hvað segir fólk þetta? Ef við leggja fram atkvæðagreiðslu það? Hvað segir þið á netinu? Alveg ljótt. Alveg ljótt. En hérna í sal? Í salnum eru allir samþykktir þessu? Já. Er allir komnir? Það er kannski einn spurning. Er allir komnir? Það er ekki Já, ákvæm. er allir komnir. Sér Arna er dókin út. Var sendin aftur. Já, ok. Þú var að reyna að hringja mig, ég bara, ég finn svarað. Það er spurning með alla þá sem eru í myndinu. Hvað með alla? Ég get sagt aftur ef allir ekki komnir. Já. Pétur getur komið aftur upp ef allir eru ekki komnir, þið kannski, ef allir getur bara látið okkur vita að þeir eru komin. Við sjáum ykkur sem er í mynd, Sævar, Ási, Hraunar, Björn. Ási er þarna, Hraunar, Sævar. Sævar Selfoss. Jú, Selfoss. Þarna er upp, koma aftur upp. 9 og 10 saman er það ekki.
bara Sævar og Sigurjón sem hafi ekki heyrt þetta. Ég vil kannski bara Pétur að koma hérna aftur upp. Pétur ætlar að koma aftur og ræða. Þetta voru akkurat 10 mínútur. Sem allir komið. Herru, ég ætla þá að bera aftur upp þessa tillögu, en hún í kjarninni þessi að það er tillögu frá ISI sem við erum að reyna að komast inn í, klára þá aðild, og tillögu frá PFK, og margar af þeim eru með sömu greinar og við teljum þessi mikilvægt að við séum svolítið í anda þess sem ISI að biðja okkur að gera, og það svolítið þannig hjá PFK líka, en okkur langar til að bera þá tillögu upp að sú stjórn sem verður kosin núna, að hún taki þessa tillögu, vinni það með ISI og viðkomandi aðilum og fullmóti svona tillögunar til þess að taka þær betur fyrir á þessu framhaldsþingi sem þá í enda janúar, og þá erum við með þetta svona í anda þessum ISI vill, og svo ef það ekki einhver samræmi hana milli, þá myndi það vera gert bara með viðkomandi félagi sem komið þá tillögur, og þá hinn félögur sem vilja koma athugasemdir á þær tillögur sem þeir hafa komið geta senda núna, þá verður það tekið með af næstu stjórn fyrir áframhaldandi þing sem verður í janúar. Í lok janúar. Þannig að þetta sé unnið bara í raun að þetta eru svipað, það verður að taka suma greinar og það sé svolítið bara sett saman í anda þess sem ISI vill að við gerum. Já, takk fyrir. Mér finnst þess að ég alltaf að klappa fyrir fólki þegar það hattar að klappa. Hvernig líst ykkur á þetta? Er ekki allir sáttir við það? Sammála. Ég er sammála. Sem þú sammála. Ég er sammála. Og ég sé að alls ykkur þannig að ég sýnist alltaf hérna online vera bara sammála. Allir vera sammála þessu. Í sali sagðist vera sammála, þannig að þetta það bara við tökum aðal hringi. Og flott. Fyrir ekki að segja þetta aftur? Nei, ég kann ekki að Já, Áttökum við líka með aðstofa? Já, við getum mörgulega aðstofa. Þetta skotgengur hjá hann ef við hjálpumst alla. Herði, þá bara komið að kosningu stjórnar. Við vorum að tala það að það vantaði nýjan formann, varaformann, ritara, þrjá meðstjórnendur og 1 varamann. Þannig að bara endilega ef að fólk vill bjóða sig fram í þessa stöður að láta vita af því. Hvað segir það aftur? Formaður, varaformaður? Það formaður, varaformaður, ritari, 3 meðstjórnendur og 1 varamaður stjórnar. Ef við ekki bara byrja á formann? Byrjum á formanninum. Þá Eva... Það já, nei. Hvað segir það? Nei. Er hann líka á fundinu? Ég er býður fram sem formann, allt innum er PFF. Halli Eyjans býður sig fram sem formann. Er ykkur annar sem hann hefur hug á frambóði? Enginn úr sal, ykkur hérna online. Nei, mér sýnist það ekki. Þá er það bara kosning það að það eru sammála því að Halli Eyjans formaður. Það er bara allir frábært. Gjörið gott það. Það er allir að setja kjört og yndislega Já, það ekki. Já. Allir mjög sáttir. Velkomin, Halli. Velkomin, Haraldur. Þetta var frábært. Herri, þá fyrir... Hallgrímur, afsakaðu. Herra Hallgrímur. Hallgrímur. Herri, þá fyrir við bara næst varaformann. Er einhver sem að býður sig fram
í þá stöðu. Einhver sal, nei, en á netinu. Enginn á netinu sem býður sig fram sem varaformann. Þessi Helga hérna veifa. Það er ekki margt, það býður sig fram sem varaformann. Bílufélag Reykjanesbæjar. Já, frá Bílufélagi Reykjanesbæjar. Sem, hvað er það? Einu sem? Bílufélag Reykjanesbæjar. Já, hvað heit hann? Helgi Magg. Helgi Magg. Helgi Magg. Varaformaður. Já. Það er enginn annar sem býður sig fram. Já, það er alltaf byrjað að kjósa. Já, allir byrjar að kjósa bara. Og það er ekki bara. Rótgrónir. Já, þetta er bara dásamlegt. Herðu, næst ætlum við að fara í meðstjórnendur. Jú, svo tökum við ritarinn eftir. Það er sem sagt 3 laus pláss þar. Eitt á snöðunar. Atli Már í Bílufélag Reykjanesbæjar að bjóða fram í meðstjórnenda. Atli Már býður sig fram. Einhverjir úr sal. Svo er Darri Hrannar Björnsson, hann er ekki hérna en hann ætlar að bjóða sig fram. Já, þá. Í meðstjórnenda frá Þór. Darri frá Þór að býður sig fram sem meðstjórnanda. Svo er það ég og Viðar Valdimarsson sem bjóða líka fram. Allir í meðstjórn. Nei, það er til pláss. Ég var að maður bara. Það er líka ritari. Þegar í ritarastöðunni. Já. Það Standið þið vel Þórir í. búið sig fram og bara kjósa. Nei, það er fínt að fylla upp í. Það er fínt að fylla upp í. Ég sammála því að það er fyrir. Ok, hvað, þannig að það er Darri, Darri, Davíð, Davíð, Atli, Atli, bjóða sig fram sem meðstjórnendur og Viðar vill bjóða sig fram sem varaformann. Er einhverjir á netinu sem eru fleiri? Má við tekið atkvæðagreiðslu? já. Svo líka eftir rita, þannig að ekki kann. Ok, Engin. þá bara eru allir sáttir við þetta val á fólki? Hér er sammála. Allir sáttum með þetta. Dásamlegt. Herru, þá er bara eftirsóttasta staðan eftir. Það er mín stað. Það er ekki. Nei, það er ekki eftir sem stað. Nei. Herru, þá er það ritari. Einhver sem býður sig fram í að vera ritari. Stjórnar, Stjórnar. ritari stjórn. Ritari stjórnar. Fælst ekki í fréttaskrifu. Nei. Er einhverjum á netinu sem að býður sig fram sem ritara stjórnar? Dauða það. Enginn úr sal sem býður sig fram sem ritara. Við þurfum ekki að vera frænd, ef við erum svona mörg í stjórn, átt eftir að vera Stjórn, koma svo. Nei. Þetta er ekki með hljóð. Ási, Byrgjöf? Já, og helst taka á við. Já. Við varum hrættum þegar við 200 ára, þá var að tala að við erum ekki með ritara. En stundu kemst ritarinn ekki áfengri og þá skrifar formaður ekki að gera skiptuna á næst. Þannig að ég myndi leggja til að breyta stjórn þannig að staður að kalla þetta ritara en það sé stjórnins eftirskrift. Formaður varaformaður getur skrifað skiptuna, fundarskiptuna og svo það er stundu fólk sem svolítið hrætt við að vera ritari eða eitthvað. Alltaf kostning stjórnar og svo bara skipta með stjórn. Og þannig að verði eftir bílaþingi og ég vil að kynna eftir bílaþingi þá verður það ekki rita að það verður ekki bara meðstjórn. Já, þetta er eitthvað sem við þurftum með þetta að Það er náttúrulega stjórn sem bjóða sig fram, sko. Það er ekki fullmjölu stjórn 7. Jú, það er upp, já. Já, við erum 9 með tveim hönnum. Já. En við varum að breyta. Sko,
Sko ef enginn að fara að ritarastarfið þannig séð hvort þið bara eins og meðstjórnandi. Já, ég segi það, þú veist, það eru komin 7 núna. Já. Þeir ekki svo bara innan stjórnan á að setja, velja þá ritara eða... Bara því miður þá Veigar búinn að bjóða sig fram sem varamaður. Svo ef það enginn sem þá var hann bara auðvitað kominn sem ritari, sko. Staðið og breytið það. Byrjum með talningu upp á 6, þú talar 7. Já, ég er 7, en með ritar 7. Halli Egils, Helgi Magg, Atli, Darri, Davíð, Viðar. Ég. Já, Viktoría. Já, við erum ekki kjósum á. Hún ekki kjósum á það, hún Nei, hún er bara, hún er í stjórn. Já, það passar. Þá erum við 7. Við erum alltaf að breyta varamann yfir í næsta fólk eða það. Já, næstum. Þetta alveg góð punktur. Fólk hrætt við orðalagið ritari. Svo líka ofta á þessu þingu þá bara kosið formann og varaformann og svo skiptir stjórnin að sér. Þessi verkum. Það er góð punktur hjá þér á sig að kannski að það væri sniðust að breyta þessu. Við þurfum þá að taka það svona fyrir sem til að kannski þá fyrir á framhaldsaðalfundinum. Myndirðu vilja senda okkur það kannski sem auka tillögu? Já. Það ekki að senda bara næsta stjórn það bara með breytingarlögum sem byggir fyrir næsta aukafundi. Já, framhalds, já. Ok, ég skráði þetta ekki annað þá bara. En eru allir sátti við þessi frambóð sem við erum komið með? Ekki allir rosalega ánægðir með þetta? Ekki búið að kjósa þetta? Það komið í formann, það hann Halli Egils. Við erum komið með varaformann sem Helgi Magg. Við erum komið með 3 meðstjórnendur sem Atli, Darri og Davíð. Og ritari Viðar, ritari og varamaður Viðar Valdimars. Sem varamaður tekið ritara. Viktoría náttúrulega ennþá bara gjaldkeri á sínum stað. Það með stjórnin bara... Vantar ekki 2 varamenn? Það myndi við áttu 2 varamenn. Nei, ég var að fíflast með það að ef þar sem hann varamaður og enginn býður sig fram sem ritara þá verður hann það verður bara ritari. Það virkar þannig sko. Fyrirgefðu, ég ætti kannski ekki að fíflast af þetta svona fljótt. Já, nei. Veitir þig stjórn? Já. Ásaki, ég bara að fá að skrifa þetta niður með mér svo ég sé þetta svart og hvítu. Er búið að finna ritara? Ertu með einhvern það? Ég er búið að finna ritara. Nei, okkur. Ertu með einhvern? Það var ekki satt. Jú. Bara sem sér svo ásjóðan sér sem meðstjórnandi. En svo skiptir það með sér svo talmenn. Jú, það það bara... Það ekki komið, ekki verið það? Varamenn, það ekki. Jú. Já, við það komið inn í þetta. Það vantar okkur einn Það vantar okkur 1 varamann Einn og varamann. 1 ritara. Já. Já, við tekið varamann. Það veitir var komin stjórn. Það eru 2 varamenn. Það eru 2 Tveir varamenn. varamenn. Þá er ég með... Ég skal vera á flott. Ég ætla ekki að mikið fram sjálf. Ég ætla að vera hátt hjá uppi. Ok. Arna býður sig fram sem varamaður. Já, ekki bara 1 varamann? Jú. Ertu líka að bjóða fram sem varamann? Ég bara ef það vantar 2, þá getur við verið, en ef það vantar bara 1, þá getur númer. Vitti orðin varamaður. Nei, aðramann ekki. Nei. Hvað varstu með að skrifa? En samt að þessu hann varamaðurinn. Sko, við skulum bara lesa þetta aftur upp fyrir ykkur. Við erum búin að skrifa þetta hérna niður, gengjöfulega. Það sem sagt þá formaður, Halli Egils, varaformaður, Helgi Magg, gjaldkeri Viktoría og það vantar stöðu ritara, meðstjórnandi Davíð, meðstjórnandi Darri og meðstjórnandi Atli, varamaður Viðar og okkur vantar 1 varamann og svo þá ritarastöðu líka sem í rauninni eins og þeir voru talin mögulega inni að meðstjórnanda en þá þyrfti bara að taka það fyrir eins og Viktoría sagði. Þannig að það eru 2 lausar stöður
Í tilbreytingum til þín, getum við. Þú færir upp í rittara, svo er það tekið innan stjórnar. Friðjón er varamaður og Arna varamaður. Ég legg það til. Já. Hvað þú verður með mér í stjórn við þig? Ég fæ ekki um þetta ráðið. Já. Og það er á með í stjórnina og leggjum hana til. Herðu, Arna og Friðjón eru þá að bjóða sig fram sem þá Arna sem varamaður og Friðjón varamaður og Vitti færi þá upp í ritara. Já, slass með því. Já. Það ræði það sem. Það er svo góða ritari. Já. Eru það kannski bara á salnum? Hvernig líst ykkur á þetta? Þessum flingar þegar Eru allir samþykktir hér í salnum? Já! Yes. En á netinu? Ég er samþykkt. Selfoss samþykkt. Austurland er samþykkt. Allir samþykkt. Allir samþykktir. Fyrirgefðu. Já. Það er næst. Svo er það þetta besta. Þess vegna má ekki. Já, það er svolítið. Þú getur ekki að nota aftan á það. Það er bara meira kúl. Ekkert mál. Ég er að fletta bara hérna í bókinu. Ég er ekki að lesa neitt sem Nei, góður með. herðu, önnur mál, já. En ég gef bara til að við gefum kraft fyrir þessa nýju stjórn. Já. Er ekki allir bara mjög kraftfull? Ég ætla kannski að fá að segja það. Ég þarf að fá netföng og símanúmer allra sem eru í stjórn núna. Ég er með þig, Halli minn. Ég er með Örnu. Ég fæ það bara vonandi eins og hvað, Atli. Davíð, ég þarf að fá upplýsingar frá þér líka. Og Friðjón. Bara áður þið farið. Að senda á mig eða láta mig fá netfang og símanúmer svo ég geti sett upp okkar tengilega skrá og ég get bætt ykkur við þar sem ég þarf að bæta ykkur við. Fyrir skjöl og upplýsingar og fleira. Já. Herru, þá er það ekki. Fyrirgefðu þið. Æðislegt, takk fyrir. Herðu, þá er komið að öðrum málum, eða önnur mál hérna. Nóttu kannski bara að byrja frá Selfoss að þakka og bjóða velkominn Selfysinginn Hall Tím Egilsson sem hjálpa. Krakkið mig aftur fyrir, Hall. Æðislegt. Já. Það er bara í þingslu. Látum við tala. Það má segja eitthvað þingslu. Það má bara tala á það þingslu. Herðu, þá, já, eins og ég segi, komið að öðrum málum. Ef að það er eitthvað sem að vilja koma á framfæri. Arna hefur átt að segja. Já. Já, mér langar að fá að vita áður en að því að þetta áður að byrja. Sagan segir að úrvalsdeildin sé að fara alveg til sín, er það satt? Að úrvalsdeildin sé að fara Alveg til sín. alveg til sín. Já, og í þess mun ekki fá að taka þátt því. Það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt. Þetta taka spurning. Bitu. Endurtaka spurninguna. Arna spyr hérna hvort að úrvalsdeildin sé að fara alveg til sín. Sem sagt að það sé án aðkomu IPS. Þetta er eitthvað sem að Ég hef ekki heyrt þetta. Pétur líka, já. Bara gjósa það. Ég hef heyrt þessa umræðu líka og ég er alveg viss það að hún hefur ábyggilega verið tekin einhvers staðar innan sínar öllu líkindum og hefur spurst út. En ég held að sé svolítið bara að við erum komin með gríðarlega öfluga stjórn núna og við vitum alveg það að þessu að mínu mati að þetta er náttúrulega okkar íþrótt og það er að leiðandi verið undir okkur en í samstarfi við þá en á móti kemur náttúrulega það kannski
þær aðstæður sem voru við stjórn, þá kannski var ekki mikið samskipt á milli og þess vegna kannski upplýðið sín sig bara að vera að gera allt á sinni öllu. Þannig að núna bara allt annað ekki boðið, þannig að ég held að sé bara nýja stjórnar að taka þetta og taka ákvörðun hvað gert með þetta í samræði við sín. En þetta bara eitthvað sem búið að tala um, ég held að sé ekkert sem búið að ákveða eitt en eitt. Það var ekki að stjórna hans reynilega. En ég hef heitt þessu umræðu, en þetta var bara umræða sem kom í ljósi þess. Þetta var ekki að þess. Málið sko það sem ég veit bara líka að við gerum en það við þurfum að passa þá umræðana með nýju stjórninu bara frá fyrsta degi að þetta verði strax rætt, æskiljið. Við þurfum að semja með það strax. Ég held að það... Ég hef skilabóð strax áðan, en þetta alltaf lægi þó að þessi mínus og úrvarsdeildinni sín tekur við í kortið. Æskiljið. Ég hef engar áhyggjur af því að nýja stjórnir ekki taka til og gera þetta stórkostlega með þetta. Ég held að það alveg potið. Þannig að ég trúi því. Ég vildi bara fá þetta. Ég var búinn að heyra eitthvað eftir umræðu en ég ekki frá einum lögreglu sem segir stopp. En ef maður pælir í því að ITS að borga þetta 700.000 skatt fyrir þetta, það ekki til staðinn. Þeir það sko stærra við missa til sína. Þetta bara pæling sem það verður í huga líka sko. En úrvarsdeildin var stofnuð 2014 af 3 kílómetrum sem tók Matti við í 2018 minnum mig og hann þegar hann fór inn í stjórn ITS og þá var það fremsett nákvæm. Pétur, þú varst með hendun uppi. Já, bara kannski í ljósi bara þessa sem var núna að vera að segja skilur að og ég hafi sagt þetta þá skipti það með ekki máli hvað þetta aðalmáli að hagsmunir pílunnar sé í fyrirrúmi og það þarf að passa upp á það eru leikmenn hjá okkur sem að færi þá í úrvalsdeildinni og ef við höfum ekki kontról á því hvernig það þá höfum við voða lítið kontról á sjálfur pílunni því að bestu leikmenn okkur að spila þar. Þannig að hvernig svo sem fyrirkomulagi verður aðalmáli að hagsmunir pílunnar sé alltaf efst á baugi. Það bara eina sem ég hef skoðan á þessu. Eru einhver önnur mál sem að einhver vill taka fram? Ási, já. Ég veit að nýja stjórn skoði mótamál fyrir 2026. Það eru Mótamál IPS? Já. Ég fyrir að koma og sendi tillögur til IPS sem fór ekki til mótanefndar. Þeir skoðu ekki og fengu ekki upplýsingar athugasemdir tillögur breytingar. Gætirðu senda á okkur aftur? Ég man ekki eftir hvort að ég hafi verið búin að fá það. En ég veit að fólk getur þeirra en það svona ýmislegt sem ég benti á í þessu til þess að ég man að í öldingarflokki að vera með pluss 60 og pluss 50 að komið svolítið menn orðin yfir 60 orðin 10, 15, 16 sem myndi hérna vilja spila það og bara alls konar fleiri hugmyndir og vilja stjórnin aðeins skoða í mótamáli betur þess lítið að gerast á sumri til og lítið að gerast í nóvember og desember fyrir almenn kjörfam til ég myndi vilja að það væri aðeins meira máður í ég setti aftur að nýja stjórn að skoða það með mótanefnd en það er reyna að dreifa meira álæginu ekki að það setja með 4 eða 5 helgaran í mars það er í röð það er Íslandmót tíminnings, fjórunda Íslandmóttíminnings og ég veit ekki hvað það en það var í röð og ég var með til það til þess að og við höfum BFK að Íslandmót tíminnings og einmings séu sömu helgi og séu beint húsnáttun til að besta 9 eða 7 eða data vilja fyrir svona að undanúrslitum með þannig að það er svona það verður þessi hvernig að mæta helgi eftir helgi
Það sem aðeins að skoða þetta betur, það sem er komið fram. Takk fyrir þetta á sig, það er kannski til greina. Það er komið margar hugmyndir fram. Þetta til dæmis að fjölga sloppum í öfningamótinu og líka fjölga sloppum í starfsfólk. Og þetta með beinan útslátt í Íslandsmótinu bílkasti er ekki ný umræða. En við munum bara skoða þetta nýja stjórnin, hvað hefur þetta. En við munum gefa okkur þann tíma þannig að við munum ekki fara ákveðna einnig þegar við fyrir mótum að breytast og gera stóra breytingar. Náðu allir þessu í salnum? Já. Einhver fleiri mál? Hvað netinu? Netinu. Það er Austurlandi, það er ekki á næði. Já. Það er bara með staðfestingar. Það er komið stundið. Staðsetningar. Og þetta gísning og þetta. Já. Það er kannski bara að við fyrst að tækja þetta eitthvað tæktið. Ég sé að það er eitthvað glóðið hug og tæktum núna með þetta sem þetta er ekki gert. Það er náttúrulega hóttir að þetta eftir við viljum að vera Á mótuna eitthvað samhengi. Jú, Arna, þú kannski, heyrðir þetta? Nei, ég er ekki. Getur komið nær kannski? Já. Hún er hérna frá barnanefnd. Já. Það er barnaráðinu. Barnaverndarnefnd, þarna. Getur komið með þetta aftur svo hún heyri? Ég gaf bara þess ásetningar á því að hýðist djókun og hægt er. Já. Já. Ekki með strakkar í síbúður og það, það er kannski fyrir mig, skipt máli að það er ekki bara að koma inn eitthvað staðsendingar, það er ekki að það er það, þá var bara að síbúður þetta. Já, en það letti þig bara að koma bara inn í djók og hægt er. Við sendum IPS daginn, það lista sem við ætlum að hafa þetta árið, hvað allir verða, og hann ætti að vera á dagatalinu sem að félögum fengu, eða ekki? Jú. Þú veist, þó að ekki búin að setja út, þá er félögum búin að fá það, eða ekki? Já. Jú, ég hef búin að setja í viðburðin, en ég man ekki hvort ég hafi verið búin að setja það út í viðburðin. Nei, það er kannski betra að setja bara á helmingin, það hefur verið búin að setja eiginlega flest öll mót á þann stað sem við ætlum að hafa þau, nema 2, en þau eru eftir sumarið. Þannig það ætti ekki að tökum við núna, skiljum við. En öll mót... Já, við erum komið 8 mót núna á ári og núna ætlum við að reyna að hafa félagslega líka fyrir krakkana og við eigum bara eftir að funda með það við 3 þarna, ég og Óskar og Jónki, en sko og þegar það er ekki að koma út. Við erum samt líka að hugsa að við höfum líklegast bara spjall með formunum félagana til að við getum kannski spjall og fengið þá að heyra frá eða eitthvað sem vantar og lalala, skiljum, ef þú veist þessi sjáum bakastarfi. En það ætti að vera komið staðsetning fyrir líka Íslandsmeistaramótið og allt saman. Já, takk. Já, er það eitthvað fleira? Og eitthvað fleira frá fólkinu á netinu? Nei. Já, það verður sem sagt frestun á þingslitum, en áður en við komum að því að þá langaði mig kannski bara að bjóða nýju stjórninni. Ekki neitt. Jú. Nýju stjórninni taka til máls að þau vilja. Kom einhverju? Erum við búin með öðrum málum? Já, það var enginn með neitt meira í öðrum málum. Þú ætlaði að geta faglega? Hvað segir það? Segir það? Hvað þú elskar að tala hæg? Nei. Ætlaði að geta það. Það er að segna það. Já, ok. Ekki málum.
Nei. En verður ekki flóðdæmi óbreytt bara núna 17. Eða næsta helgi? Það er bara fyrsta bara laugardegi og... Já, þetta er það. Ok. Svo þessi velkomin. Þá var það bara frestur. Ég ætla að fá aðeins að taka til mál. Já. Eins og ég minnist á í póstinum að gerst í þessum tímafíkja þá er mikil vinna sem framöndan til þess að koma okkur inn í endanlega. Og ég að tala við ýmsa aðila og ég er búinn að setja af stað nokkuð svona, hvað maður að segja, vinnu við að setja stopp afreks og starf sem þjálfaranefnd sem þarf að fara af stað og dómarar þurfum að mennta dómarar þess að hafa mótum. Það þýðir ekki að fara í síðuverki með dómarar með réttindi. Þannig að það er ekki bara að vera skrifari. Það er margt sem þarf að gera og fara yfir þýða og allt í eftirfælið sem gengur upp í gegnum í dag gegnum AI til dæmis og gera svona aðeins vera stundvarið ef það verður þetta færið. Það er svolítið mikið vinna á okkur í nánustu framtíð. Það er bara athugasemdir. Athugasemdir og saga? Enginn segir engar athugasemdir hérðan, virðist vera? Það er bara að segja að við klöppum fyrir nýja formanum og aftur. Herðu, þá held ég að sé bara komið að því að við hættum í dag. Það verður sem sagt frestun á þingslitum, þar sem að það verður þessi áframhaldandi fjarfundur í lok janúar, ekki satt? Jú. Og ég gerði það fyrir stjórnarmanni. Ég kalla í hann. Þú kallar, já, á hann. Ég mun búa hann bara til núna í vikunni og fáið það fundaboð. Ég ætti að vera með netfangi hjá öllum aðilum. Ef ekki þá mun ég bara hafa samband við stjórnina hjá okkur og biðja það. En þið eigið öll að fá fundaboð bara núna í næstu viku á fund fyrir lok janúar. Við getum klárað þing. Þannig að við getum klárað þingið á í lok janúar. Já. Fundagerðin mun svo birtast inn á heimasíðu eftir að stjórnin hefur farið yfir hana og þar getur fólk nálgast hana. Þannig að þá bara segi ég takk í dag. Í nokkað miðli viltu fá upplýsingar stjórnar e-mailin